Góðan daginn og velkomin í þáttnúmer 116 hér á YouTube-rásin minni. Ég heiti Helga og ég er handavinnu óð. Í dag er þriðjudagurinn 27. júlí og ég svona er að rétta mig aðeins af. Þannig að það verður væntanlega á mánudeginum eftir 2 vikur næsti þáttur. En ég vil bara byrja á því að bjóða alla gamla og nýja hjartanlega velkomna. Alltaf ánægilegt að sjá hópinn smá stækka. Skálið dásamlega kaffibolla. Við erum á síðasta degi sumarfrís hér á þessu heimili í bili. Helgi fyrir aftur að vinna á morgun, hvort sem það verður hér eða í bænum. Kemur bara ljós og tilvalið að henda í einn laufléttan þar sem að það hefur nú eitt og annað gerst í prjóneri og svoleiðis. En mig er annars að finna sem Helga A71 á Instagram og Ravelli og svo er ég með like-síðu á Facebook sem er verkefnatöskur Helgu / sokkasnákar Helgu. Og það er ennþá eitthvað smáttri eftir. Þetta er rest, pottþétt rest af snákum þar sem ég er búin að selja vélina og mögulega líka af töskum. Ég held ég sé bara búið með hennan pakka. Allavega er ég orðin allt of sein að fara að undirbúa mig fyrir gaddgönguna. Mæti bara í hana sjálf að þessu sinni. Þannig að það er ágætis afsláttur á öllu þar og það verður ekkert meiri afsláttur en þetta. Þannig að þetta fær bara að hanga hana meðan þetta er til. En það er allt þetta hefðbundna. Það er klár, verk í vinnslu, hvað er á döfinni, hvað er þetta í pokan og svo framvegis. Ég er loksins búið með 4. peysuna sem var í sem ég byrjaði á ekkert snemma í fyrra eða eitthvað og ég er loksins búið með hana. Og þetta er úr skemmtilega búblugarninu frá henni Kristínu í Vatnsnes og þetta er Pride 2020 og hún er bara, þetta er the everyday sweater. Ég er náttúrulega aðalega bara að nota uppfyttið og þú veist ég hætti löngu áður en að ég átti að hætta þannig að þetta verður alveg orðið nóg. Ermarnar eru miklu styttri en það eiga að vera og ég er öll marinn eftir veiðina. Maður þurfti að slást aðeins við fiskana. En þetta er sérst úr þessu Bubbles garni frá henni Kristínu Vatnsnes. Þetta er 90% merino ull, súpuvós og 10% nælon. Og það eru 400 metrar í 100 grömmunum og það kemur mjög skemmtilega út hvort sem það er á réttuna eða röngunni en ég ætla að hafa sléttu hliðina fram. Þetta er ótrúlega mjúkt og létt og skemmtilegt garn en ég varð pínu lúin að prjóna með því bara út af bublunum. Það er svona tók þetta kannski þennan tíma sem það tók. Ég hendi afgangnum í sjal, örgla. Ég er með alveg 50 grama afgang og svo þessa 100 grama hespu þannig að það fór 250 gram í peysuna og hún var stroffið og að neðan eru 4 mm og bólurinn og stroffið á ermunum var alltaf 4,5. Semst allt sléttprjón og stroffið því ég ákvað bara að hafa það loosey-goosey. Það er svo heitt, nú sumarið loksins komið hingað. Ég er að spáði bara að fara úr henni, ég er að kafna, mér er svo heitt eftir á þólæfingu í CrossFit og mér er bara ógeðslega heitt. Þannig að bara rosa ánægð með hana, kemur skemmtilega út bublið og ég gerði hílikal
prjón á peysuna því að hespurnar voru mjög ólíkar. Ég hugsa að sé bara virkilega trikki að lita þessar hespur þó þær séu í sama pottinum. Að því ég veit að hún Kristín vandar sig nú við að reyna að senda manni úr sama legi, en það er alveg augljóst að þetta er eitthvað pínu snúnar að virðist vera að lita heldur en annað gafn. En ég er ógeðslega ánægð með hana og þetta er hrikalega skemmtilegt gafn. Bara mæli eindregið með því að prófi svona búblugafn. Skemmtilegt. Og þú veist, eins og að setja í sjal kemur svona skemmtilegt fyrst með því. Og talandi um sjal, þá kláraði ég fyrsta Striped Asian eftir Stephen West og ég gerði stærri gerðina og þetta er sérst 60 afmælisgjöf fyrir svilkonu mína. Það er Hughes. Það er alveg bara vel mitt vængkaf. Sjá. Það er alveg, þú veist. Já, yfir. Hvað þú segja? Þetta er ábyggilega 30 metra vængkaf eða eitthvað á þessu. Og þetta var bara mjög auðvelt prjón, en það voru orðnar tæplega 1300 lykkjur í restina. Þannig að hver umferð var farin að taka ógnar tíma, en fyrri hlutan þennan hérna gerði ég að mestu bara í bílnum og í útilegu og þú veist bara mjög þægilegt þannig, en ég var hálf fegin að vera með móher vinnuna bara hérna heima af því að maður er að missa stundum móherið og sér það ekkert strax, þú veist að maður hefur mist niður lykki, en móherið er náttúrulega svolítið eins og lopinn að það gerist ekkert þó að það hrynji aðeins niður. En ég nota í þetta Life in the Long Grass og það fóru, ég notaði þennan hérna, þetta er svona einspinna, singles. Þetta er hennarós og ég notaði 130 grömm af því og það er litur A og 105 grömm af þessum er tæplega. Ég þurfti að hérna í síðustu umferðinni hérna, ég þurfti að gera sérst 1,5 umferð með seinni hespunni. Þannig að ef þú tímir ekki að fara í, sko það er reynda bara 366 metrar í 100 grömmunum á þessu. Þannig að ef þú ert með, þú veist, 400 metrar, þá ert alveg safe með eina svona. En ég þurfti að fara sérst inn í hespu nr. 2 og þetta er Weathered liturinn, líka Life in the Long Grass. Og annars er bara ekkert mála að hafa þrjá síðustu garðana bara í lit A ef þannig stendur á. En nú kem ég ekki miðanum aftur í. Það er gott að láta miðan vera í miðjunni ef það er svona rosalega mikið eftir af hespunni. Og svo notaði ég 32 grömm af Kitsilk móher og þetta er bara frá Drops, litur nr. 20. Og þetta er bara samsetning sem að tilvonandi eigandi valdi. Ég raða upp einhverjum 12 samsetningum og hún bara sveif beint á þessa. Og þetta er svona svolítið eins og hérna Exploration Station. Mér langar bara að fita strax upp á næsta. En ég ætla ekki að gera mér það. Ég ætla að fita upp á því og öðru til. Nú má ég aðeins fara að fita upp á nýju, sko, því að alla peysurnar eru búnar, sem ég var búin að fita upp á. Og svo er ég komin á smá rúlleri með hérna sokkasnákana. Og þú veist, það er ekkert annað í töskunni, svona óklárað þannig. En ég kláraði hérna 2 pör af jólasokkum. Þetta prjónaði ég á leiðinni hérna frá Akranes og til Húsavíkur. Það tók mig akkurat þann tíma að setja táhæl og stroff.
Og þegar að ég var búin með sokkana þá tók ég allt í henni eftir að annar var mikið lengri en hinn. Þá hef ég eitthvað misreiknað með því ég setti upp prjónana þannig að ég varð að gera smá læknisaðgerð. Ég nefndi ekki fara að rekja allt upp, ég bara klippti á hérna og tók þessa sentimetra sem var ofaukið og lykkjaði svo bara aftur saman. Hérna ofalega þannig að það sést ekki svo glatt sko. Og þetta bara með alveg eftir á ísettum hæl, báðir. Þetta jólaliturinn frá Systrabönd. Fyrra eða hitt fyrra, ég maður ekki. Þetta Hexex. Og já, þannig að þetta snuddast áfram. Þessir fá núna að fara í jólabóksið. Og ég bara held áfram að vinna í því. Setja þetta hérna svo ég sjái hvað á borðinu. Síðan, þetta sérst klárin mín. Svo ég hérna með verk í vinnslu og þetta svona búið að vera bílaprjón. Þetta hérna garnið frá West Yorkshire Spinners, jólagarnið. Þetta bara svona eins og, það minnir mig samt meira svona gamlárskvöld heldur en jólin. Og það mikið, það svona silfrað í þessu, stelína. Og ég með sokkagarnið frá Regia sem með silfurþræði í líka. Búið með strófið og núna að gera tanna og þetta 54 likki uppfitt. Ég gerði líka nokkra svoleiðis náka fyrir mig og bara svona leika mér af þessu. Og náttúrulega í töskum frá verkefni Helga. Og hér svo restin í stórkostlega töskunni frá Eddu. Restin af þeim sokkum sem ég búin að gera tilbúna í vinnslu. Það svona fyrir að maður rána á prjónum, þá getur maður undirbúið verkefnin ágætlega. Þannig að það eru 3 önnur pör hérna ready to go. Svo þegar það verður búið þá bara þræði ég aftur upp 6 pörum og þetta hefst allt. Nú svo ég eitthvað aðeins búin að bæta við hérna í læsaða rúmteppið okkar og bráðum svona þegar það fer að hægjast þá fer ég að fara að rekja einmitt upp annað svona sem að ég var aldrei 100% eitthvað sátt við að væri eitthvað teppi. Það bara náði svona það bil á helmingin á hjónarúmið og ég ætla bara að rekja það upp eins og ég gerði við hitt og hekla það í þetta skrimsli. Einhvers staðar var ég með nælu, já. Ég búin að bæta þessu við. Hérna gaurinn, síðan við sáumst síðast. Þá færum við þetta. Þetta náttúrulega nýþungt og hver umferð þannig að tekur alltaf sinn tíma. En ég hérna ennþá með, þetta ég bara með hvítan fabel með og svo geri ég svona kökur og ég að verða búin með, ég átti 3 svona risa kökur og 2 eftir núna. Og þetta einmitt úr svona hekluðu teppi sem ég hekla í svona risa ömmu hring sem að fær núna bara að fara í þetta teppi. Og þetta svona fínn körfur frá frystingabúðinni, minnum alveg örugglega, á Selfossi. Annars man ég ekki neitt þessa dagana. Hausinn alveg á milljón út allt. Það bara eins og það Og það sem á döfinni að gera Sunday cardigan og Petite Knit. Það styðjast við þá uppskrift. Hún gefin upp með með prjónafestu 12
12 lykkjum á hverja 10 cm og 17 umferðir. Þetta hérna frá henni Eddu er gefið upp á 14 lykkjur og 19 umferðir á 10 cm ferning. Og með því að bæta þessu hérna við, að þá næ ég örugglega auðveldlega þessum 12 lykkjum. Þetta er gefið upp fyrir 6,5 og uppskriftin miðast við að þú sért að ná þessari prjónafestu á 7 mm. Ég er mögulega að hugsa að fara bara alveg beinustu leið í 7,5. Ég ætla að gera litla prjónafestu pröfu eða bara byrja. Það var svo stroffið bara á 7 mm og restina á 7,5 eða 8 bólinn á það og fara bara niður fattastærð. Semst undir venjulegum kringumstæðum væri ég að gera medium en hugsa ég fari bara niður í small. Þannig ég ætla að fylla upp þessu eftir. Allavega að gera klárt. Gæti þurft að fara suður að bílavesinast. Mér svo heitt. Síðan langar mig að finna einhverju uppskrift fyrir þetta. Þetta er Airlux frá Katja sem ég keypti einhvern í gaddbúðinni sem lokaði ekki fyrir svo löngu á Akureyri. Og ég ætla þá að halda þræðinum 2-földum. Þetta er gefið upp sérst á prjóna 3 til 3,5. Og með því að, og þetta er alveg, þetta eru 600 metrar sérst í 100 grömmunum. Þannig að með því að halda þessu 2-földu, þá erum við svona að fara í svona gróan fingring upp í sport. Og það verður bara eitthvað svona plain, kannski svona hálfgert poncho dæmi eða eitthvað svo leiðis. Eitthvað svona flowy dæmi. Þannig, já, ég ætla að skoða það. Og svo er hérna garnið sem ég áttur að vinda upp í Striped Asian handa mér. Hvað prjóna er ég með hérna? Já, ég er með 4 mm. Ég ætla að svissa þeim út og fara í 4,5. Þá er sem sagt hérna móherið A og B og C. Móherið. Jamie's favorite cake, strawberry cream cheese, 5D breastic. Þetta er sérst 100% súpugos merino og 415 hjartar í 100 grömmunum af hérna Heinis Hásján og Dusty Dimples er með 425 metra í 100 grömmunum sem er basically það sama á hinn. Og það er 25% súpugos merino og 25% nælon og þetta er, þetta heitir hérna þetta. Feuille F-E-U-I-L-L-E Morte og ég litaði svo þetta móher. Þannig ég held að þetta verður geggjað flott. Þannig ég ætla að vinda upp, ég ætla nú bara að vinda upp 2, bíða með að vinda upp hinar. Sjá, þú veist það ætti alveg að duga því ég ætla að gera minni stærðina þó ég gera ná aðeins grófari prjóna 4,5. Þá er ég að fá svona kannski millistærð af Striped Asian. Nú, já, þannig að þetta er það sem er á dagskrá. Svo var hún hérna hjá Hex með Ásdís með hérna afslátt á síðunni sinni, var með svona eitthvað brjálaða tiltekt á síðunni og þar á meðal voru mínihespur og ég bara fékk mér 3 pakningar af því. Ég meina, hvernig vantar ekki nóg af þessu?
Það eru með þess að nokkrir af, ekki, já það eru hérna, það eru allir eins hérna til dæmis nema þessi tveir. En það er alltaf leið. Þessi tveir og þessi hérna. Já. En það er alltaf leið. Geggja í, þú veist, bara geggjað. Og það er náttúrulega hérna, engin svikin af garninu frá henni, sko. Síðan er alltaf voða gaman að kíkja inn á garðbítið þegar eitthvað er að taka til í gallaðernum hjá sér og núna var hún Rósa Tom vinkonu mín að gringa á hjá sér og ég stökk á nokkrar mjög svo fagrar. Ég get nefnilega gert ansi góð reyfarkaup þar inni. Ekki það að mig hafi vantað en þú veist. Og svo var hún svo sæt að því hún var að gera prjónamerki á sín tíma. Sendi mér hérna 3 pakka. Maður aldrei nóg á þeim góðum prjónamerkjum. Þannig að takk fyrir það, Rósa mín. Ógeðslega ánægð með þetta. Þetta verður eitthvað geggjað einhvern tíma. Já. Rosalega hef ég æðibunað áfram með ykkur. En já, annars er bara allt bara ljómandi að frétta. Við reyndar hérna fórum í Veiðivötn eins og venjulega. Mjög skrítin ferð veðurfarslega. Á degi 2 fór hitinn í 30 stigi skugga. Sem er náttúrulega bara rugl. Sérstaklega úr þetta að reyna að veiða. En stelpan hún harkaði það af sér og veiddi. Og hérna og þau sögðu sko hjónin sem að sjá svæðið að þegar að snjóa leysti af vötnunum þá var óvenju lítið í þeim. Spurning hvort það tengist eitthvað jarðhræringunum í Gríms undir Vatnajökli. Það hefur gerst áður að vatnsstaðan hefur breyst mikið þegar það er eitthvað að fara að gerast þar og síðan náttúrulega búin að vera óvenju heitt þarna frá annarri viku og svo kólnaði aðeins í vikuna áður en við komum. Við erum í 3. og inn á 4. viku og svo komum við í 5. viku og þá kemur aftur svona steik og við sáum alveg dagamun á sumum vötnunum. Þannig að ekki öll vötnin, sum vötnin eru með sýrensli í þau en þessi sem er ekki með það að þá er svona rosalega uppgufun. Þannig er bara allt á kafi í svörtum söndum og bara verður ógeðislega heitt og gufa mikið upp vatni. En ég sló þessu strákafargi út, við vorum 8, ég var eina kettlingin og ég veit mest. Skál fyrir því. Helgi veit stæðsta fiskinn og ég veit mest. Þá vorum við brána. Já, svo erum við að fara að skipta bíl vonandi og þannig að þessi síðustu dagar er að fara í það brass. Við fórum á Húsavík, geggja bara svona kvildar útilegu. Ég fór 2 í Geospa, Helgi fór í fyrri ferðinni með mér og hann fór að veiða þegar ég fór í seinna skiptið. Það er bara geggjað hangaðar og í góðu veðri og sötar góðan öl frá Húsavík og hann svakalega góður IPA Húsavík bjórinn. Já, við vorum bara þú veist, fór bara mjög vel okkur og þetta var bara já, fínasta slökun þarna. Vorum ekkert að gera neitt sérstakt. Það þarf ekkert alltaf að vera eitthvað prógram. Sérstaklega ekki fyrir svona manneskju sem vill alltaf vera á milljón. Það finnst mér líka rosa gott stundum að haugast. Þannig að við bara þetta er búið að vera rosa stutt en hérna stutt sumarfrí. Helgi fær ekki fullt sumarfrí, hann bara, þú veist, það er bara svona, þá skiptir vinnu og fyrir að vinna hjá ríkinu. En það verður betra strax næsta sumar og framkvæmdir utan á húsinu ganga vel, það er frí núna þessa viku fram með Vestló og þá koma þær á fullt og hérna klára múra og svo er allt húsið heilmúrað og
Já, þá eru búið að dæla í plötskil þar sem þess þarf og svo bara mála af og geggjað. Þannig að þetta verður æðislegt að fá húsið svona fínt og flott. Já, þannig að þetta er það sem er búið að vera í gangi hér. Ég er að líta í kringum mig hvort ég sé örugglega með allt. Mér finnst ég hafa ætt svo í gegnum þetta, en það er bara, ég skrifaði þetta óvenju mikið niður, þannig að það er kannski þess vegna sem þetta er ekki sem mikill vandræðagangur á mér eða þannig. En ég stefni þá á að vera bara hérna svona sirka eftir 2 vikur og þangað til þá bara óska ykkur góðra og gleðilegra handavinnuvikna og við sjáumst þá síðar. Takk fyrir og bless bless.